En þess við gerum til að hlaða inn pökkum í R að við notum skipunina install.packages og við náum bara í pakka með install.packages einu sinni og ég mæli bara með þið náið öll í þetta Tidyverse og þá þið raunin að ná í nokkra pakka. Með að ná í Tidyverse þá náið í alla þessa pakka sem ég taldi upp. Þetta gerum við bara einu sinni. Skrifum þessa skipun bara einu sinni í kersluklukka og keyrum hana. Þið getið líka, þið eruð að vinna í RStudio og farið hérna í Packages og Install og hérna getið þið við gætum náð í hvern pakka fyrir sig eins og ggplot2 sem við munum nota bráðum eða hérna ná í pakkan þennan pakka af pökkum allan í einum, farið hérna í Install og það verður allt svona rautt í svolítinn tíma en vonandi endar það á einhverjum sem segir að búið sé að sækja pakkan. Ef þið fáið upp ykkur villuskilaboð þá bara að gera googla þau og sjá hvort það sé ekki ykkur annar sem hefur fengið upp svipuð skilaboð. Þetta gerum við bara einu sinni. En í hvert skipti sem við ætlum að nota einhverja aðferðir sem eru úr pakka sem ekki hluti af þessu grunn-R sem við sækjum, að þá þurfum við að setja svona library skipun efst í skipanarskrána okkar og aftur við sjáum þetta bara hvernig við gerum þetta. Hér svona í venjulegri skipanaskrá hún myndi byrja á library og svo sofna einhverjum pökkum. Og hér keyrði ég hana og þá ég búin að hlaða upp inn þessum pökkum fyrir þessa vinnulotu og get núna farið að nota allar aðferðirnar sem tilheyra þessum hér. Þetta eru pakkarnir hérna, hér eru ykkur svona conflicts en þetta allt í góðu, warning allt í góðu, eða kemur upp svona error hérna þá væri eitthvað ekki eins og það á að vera. Sjáuð hérna, ég var nú ekki búin að geyma skipanaskrá, við skulum gera það. En hér ég með Untitled 1, þetta þá bara eitthvað skipanaskrá sem ég hef ekki geymt. Ég fer hérna í File og Save og ekki bara kalla þetta pröfa. Við erum svona aðeins bara að leika okkur. Og automatist bætist við punktur stórt R, þannig ég þarf ekki að gera það sjálf og þið sjáuð að hún velur hérna vinnumöppuna mína inngangur og hún mun geymast þar. Nú ætla ég bara svona til að sýna ykkur það og búum líka til eitt hlut hérna. Þannig stór skemmtilega vegur, ég ætla að búa hann til aftur, geyma hérna í pröfa, ég ætla að loka vinnusvæðinu og hér get ég valið, ef ég segi hérna save þá geymist vinnusvæðið mitt og verður partur af þessu verkefni. Ég ætla bara að gera það núna, ég ætla að segja save hérna, af því þegar ég starta svo hérna RStudioi næst að þá opnar hún svona á sama stað og ef ekki þá hefði ég getað farið hérna í File, Open Project, farið í prófskrána hérna og hún opnar þá þetta verkefni, opnar skipanarskránar sem ég var með að opna síðast þegar ég var í verkefninu og vinnusvæðinu mínu. En já, heyrðu, þá fer þetta nú að vera búinn þessi inngangur. Hér eru bara hérna einhverjir 3 hlekkir og það þá sérstaklega þessi fyrsti sem algjörlega frábær. En bendu ykkur á hérna í lokin, ef maður lendir í ykkur vandræðum, þetta samfélag ótrúlega virkt, það bara að googla, þannig kemst maður áfram. En aðeins að sýna ykkur hérna, þetta fyrsti hlekkurinn, þessi maður hér, Hadley Wickham, þetta svona aðal R-gúrúinn og ég monta mig alltaf að því að þegar einhvern veginn að hlusta á mig að ég hef hitt hann Hadley og þá fyrir mörgum árum síðan áður en hann var hérna frægur og nú orðið ansi dýrt að fara á námskeið hjá honum og hitta mannin, en hann alveg ótrúlega aktífur, hann spýtir út hverjum frábæru pakkanum á fætur öðrum og svo alveg magna hvað hann gefur sér tíma í að vera virkur á þessu miðlum þar sem hann að aðstoða bara notendur sem í vandræðum, þannig að maður á að fylgjast bara með Hadley, hvað Hadley að gera og fylgjast með því.
En hér bók R for Data Science sem þeir félagar skrifuðu og hér bara nánast allt sem maður þarf að vita til þess að svona komast svolítið vel að stað. Í þessu námskeiði munum við fara í margt af þessu, en það þó hlutir hérna eins og strengja meðhöndlun og jú, það eru hlutir hérna inn á milli sem við tökum ekki fyrir hér, en svona margt af þessu förum við í þessu námskeiði R frá grunni. Þetta var næsti lekkur Cookbook for R. Þetta svona mjög notendavæn síða, það sem bara hægt svona að lesa sig aðeins til R og mér sýnist þeir vera frekar duglegir. R alltaf að breytast og ég held að þeir séu bara svona frekar duglegir að uppfæra og koma með svona nýju pakkana hérna inn. Svo þessi þriðja statmethods.net. Hér svona allskyns tutorialar og svona ýmislegt. En við skulum bara láta þetta nægja. Þetta var svona smá inngangur, en svo svona í næstu myndböndunum þá förum við nú að gera eitthvað aðeins meira krassandi. Og svo bara í lokin, af því ég oft heyrt á nemendum þeir eru eitthvað smeykir við að eitthvað týnist eða eitthvað gleymist eða þorar hreinlega ekki að loka R. Bara passa sig á því að það sé ekkert rautt hérna, eins og hér var ég hér ég með eitthvað sem ég ekki búin að geyma. Þetta náttúrulega ekki mjög spennandi, en ef það eitthvað sem ég vil geyma, passa þá bara að geyma það áður en maður lokar. Spyr líka hvort ég vilji geyma hlutina, en maður á ekki að hafa neinar áhyggjur að því að loka R-inu sínu og byrja aftur upp á nýtt. Heyrðu, en ég bara þakka fyrir þetta og við höldum áfram svo og gerum eitthvað aðeins meira krassandi. Takk fyrir, bless.